70 einstaklingar fá úthlutað 70% af heildarkvóta á Íslandsmiðum, þeir vilja 100 milljarða afskrifaða. Ætla má að aðeins 70 einstaklingar ráði yfir 70% af heildarkvótanum á Íslandsmiðum. Einungis þorskkvóti sem fyrirtæki þessa fólks fær úthlutað yfir 165 milljarða króna virði. Ingimar Karl Helgason segir frá. Enn deilt kvótan, fyrningarleg stjórnvalda, skötuselsfrumvarpið, menn hafa hótað því að sigla í land, stöðugleikasáttmálinn farinn. Seinna sagði Friðrikur Arngrímsson, framkvæmdastjóri LÍÚ, að það ætti að afskrifa 100 milljarða hjá sjávarútvegsfyrirtækjunum. En hvaða fyrirtæki eru það sem að fá úthlutað þessum kvóta? Hér örstutt yfirlit, HB Grandi fær mest og síðan Brim, Þorbjörn, Samherji og Fisk Seafood. Þau fyrirtæki sem á þessum lista fá minnst yfir 1% af heildarkvótanum úthlutað eftir því sem Fiskistofa segir. Það eru því ríflega 20 fyrirtæki sem fá úthlutað yfir 70% af heildarkvótanum. En hvaða fólk á bakvið þessi fyrirtæki? Fólki á bakvið HB Granda eru til dæmis Ólafur Ólafsson og Kristján Loftsson, Guðmundur Kristjánsson á bakvið Brim ásamt Hjálmari Þór Kristjánsinni, Gunnar Eiríkur og Gerður Tómasbörni og Þorbjörn í Grindavík, Þorsteinn Már Baldvinsson og Kristján Vilhelmsson eru helstu menn á bakvið Samherja. Kaupfélag Skagfirðinga helst eigandi Fisk Seafood, það ræður miklu Þórólfur Gíslason kaupfélagsstjóri. Það má einnig nefna Guðbjörgu Matthíasdóttur sem segja má að sé einráð í Ísfélagi Vestmannaeyja og svo bræðurna Birki og Magnús Kristinssyni. Þau nöfn sem hér rennir við skjáin eru helstu einstaklingar á bakvið þessi félög. Hluthafarnir eru fleiri en ætla má að þessir eigi mest og ráði mestu. Þetta innan við 70 nöfn. Kvótamarkaðurinn segir okkur að kíló á þorskkvóta kosti 2200 krónur. Þá myndi þorskkvóti Magnúsar Kristinssonar, sem á meiri hluta í félagi sem á 1,7% af heildarkvótanum, vera metin á yfir 2 milljarða króna. Þorskkvóti allra þessara aðila því samkvæmt sömu formúlu metin á yfir 165 milljarða króna. Þeir virðast því ekkert vera svo margir sem þyrfti að tala við ef ná ætti þjóðarsátt kvótakerfið. Það ekki gert lítið úr þekkingu og reynslu og heldur ekki því að yfir 7000 manns starfa við veiðar og vinnslu, auk þess sem þúsundir annara hafa hagsmuni beint eða óbeint af sjávarútvegi. En fæstir þeirra fá hins vegar úthlutað kvóta.